náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum kork. Korkur, umhverfisvænn, hipp og cool. Todd Thorgríms stoltur styrktaraðili Þvottahússins. Herðu, Sólveig Svavarsdóttir, velkomin í Þvottahúsið. Takk fyrir. Gaman að sjá þig. Já, gaman að fá þig. Herðu, þarna við ætlum að minna fólk á að subscribe á YouTube og öllum helstu streymisveitum. Já. Einnig vil ég minnast að við erum djúpt þakkláttir fyrir okkar styrktaraðila sem Todd Thorgríms og gott CBD. Og við förum í létta kynningu frá þeim í lok þáttar. Herðu, Sólveig, þú ert, ég sé hérna, þú ert stofnandi Hæglætis hópsins og kennari eða skóla stýra minnsta skóla landsins. Bara með einn nemanda. Er þetta ekki rétt? Jú, já, þetta er rétt, sko. Hvernig ertu? Hvernig er dagurinn? Bara nokkuð góð, sko. Já. Já. Varst það hálf skvítið að þurfa að keyra í umferð því ég er ekki mun því. Nei. Ok, af hverju ekki? Af því að ég bý upp í Mosó og bara get stjórna mínu tíma svolítið mikið sjálf. Þannig ég keyri svona 10 eða 2 eða eitthvað. Þegar það er ekki umferð, þá fer ég niður í bæ. Er það með þetta? Er það tengt svona þessum hæglætis lífstíl eða? Já, það er það alveg örugglega. Já, það er meðvitað. Já. Bara einhvern veginn að velja hægasta tíman til að vera á Þetta er ferðinni. klikkun að núti, sko. Þetta er klikkun, sko. Allt þetta er rosalegt, sko. Ég var bara komin á áramóla, bara 20 mínútur. Já, maður situr fastur þar. Og svo er þetta svona rétt fyrir jól, einhvern veginn, svona mánuður í jól og það eru bara allir bara í Sturlun. Já. En á hverju hæglæti? Varstu svona rosalega og djúpt sokkin í neysluna og alla vitleysuna? Ég vil fyrst að vita bara hvað er hæglæti. Já, byrjum á því. Við erum að hoppa bara yfir allt hérna, sko. Já, það til. Þú átt það til, sko. En við getum alveg byrjað á hæglæti. Ég er ekki að horfa á beinagrindina. Nei, við byrjum bara á þessu hæglæti. Það er bara fínt. Ekkert maður, já. Gerum það bara. Svo förum við yfir í skólan, litla skólan. Já, við þurfum að vita á hverju hæglæti og svo yfir í skóla. Eða tengist það. Algjörlega. Og þegar ég segi við í byrjun, þegar ég er að hafa samband við, þá tala ég sko, líka alls um naumhyggju. Og þú skrifa tilbaka, ég veit nú lítið naumhyggju eða minimalisma. En ég er algjörlega ósamlegar því ég myndi telja að sko, hæglæti, er það ekki bara viss naumhyggja, hvað var það lífstíl og hugsun? Jú, ég eiginlega sagði við naumhyggjunni bara að ég hugsaði eitthvað þannig, ég er ekki droslega fyrirmynd þar, sko. En auðvitað er hæglæti ansið tengt því að eins og við skilgreinum hæglæti hjá okkur, þá er það náttúrulega bara þetta að lifa í meðvitund. Og þetta er náttúrulega tekið af hugtakinu slow living, bara að lifa svolítið hægu lífi. Og fyrir mér er þetta rosalega mikið það að ég hef stjórn á lífinu en ekki þetta utanaðkomandi. Þetta eru náttúrulega utanaðkomandi þættir sem stjórna en ég reyni að hafa stjórn á eins miklu og ég get. Og þetta hæglætis hugtak er gríðarlega vítt. Og ég get alveg tekið undir það að naumhyggja tengist kannski mér í því sem ég geri og hugsa en ég tengi það kannski ekki við það sem ég á. Við eigum rosalega mikið af hlutum og dóti og stöffi og það er alveg partur á okkar lífi að til dæmis eiga 4 hjól til að njóta lífsins þannig og alls konar svoleiðis dót. En ég held ekki alveg tengt naumhyggjuna inn á bara hugsunarháttinn og að lifa hægu einföldu lífi, velja svolítið, bara hvaða bolta ég held á lofti og ég er alveg búin að lifa svona frekar hægu lífi og vera heimavinnandi með börnin mín í 7,5 ár. Og en ég fór að taka hausinn á mér dálítið mikið í gegn fyrir 4 árum þegar ég fór í kulnun. Og þurfti svolítið að, ég hugsaði örugglega rosa hratt og var svolítið svona manneskjan sem þurfti að hafa allt rosa svona ofur konan. Eins og bara Hvað, þú ert með 4 börn, ekki? Ég er með 4 börn, já. Og í fullri vinnu? Já, ég var það reyndar ekki en maður minn er náttúrulega sjó og ég átti 2 síðustu börnin, við áttum þau með litlu millibili og svo var þetta bara rosa mikið. Þegar yngsta barnið okkar reynsast, þá keyrði ég á vegg. En ég er svo sem ekkert á því að maður kulni út af ykkur einu, þetta er náttúrulega bara gömul hugsunarmunstur og hluti sem maður þarf kannski að breyta hjá sér. Þannig þú myndir ekki meina að þetta sé kannski eitthvað svona kulnun í starfi sem slíkt, þetta er eitthvað annað?
Já, mér sko kulnun í starfi til dæmis, ég meina ég get það bara sagt kulnun heima hjá mér sko en ég held að það sé ákveðna típur sem fari frekar í kulnun. Hvaða típur eru það? Fullkomnunar áráttu kvíðatýpur, þessar manneskjur sem að, eins og ég var, fara út í lífið og ætla bara að vera með þetta, þurfa að vera úslega flottar á yfirborðinu og ég þurfti að vera í þessu og þessu með svona háar einkunnir og svona góðu formi og allt þetta, maður setur einhvern veginn of háan sko standard á sig. Hvernig ætli þetta sé með þarna alls út frá kyni? Ég er nú bara allt í að hugsa það núna. Hver ætli tölfræðin sé á bak við það? Það væri mjög áhugavert sko ég veit það nefnilega ekki, auðvitað heyri ég miklu meir konur af því að þú veist, ég kona og við erum svona að deila eigin reynslu. Ég held sér erfiðar fyrir kallmenn líka að koma út með kulnun. Því ég heyri líka meir konur og ég kallmaður sko. En ég held að þetta sé erfiðar líka, nú þú veist frétti ég einhverjum sem að kulnaði, ég held sér erfiðar sem kallmaður að koma og segja bara herri, ég er bara útbrendur. Bara búinn. Já, bara búinn. Ekki líka bara utan að komandi svona staðalímyndir sem að kannski konur taka meira til sína annað sko, hvernig hlutin eiga að vera og við eigum að vera x og x sko. Jú, við setjum náttúrulega kannski allt miklu kröfur á okkur sjálf sko. Og svo er það blessu börnin sko, það er nú bara þannig það eru oftast allavega fyrstu árin konar sem er heim með börnin. Já. Og ég þekki það nú bara sjálfur með mín litlu börn, við erum mikið heim, það er alveg sturlun sko. RS og eirun og allt sko. Já. En sko núna þú ert menntaður kennari og starfaði sem kennari. Já. Og starfaði sem kennari, fyrirgefðu. Jú, að hluta til. Þarna upplifðirðu mikla streitu í kennarastéttinni og ef svo er, af hverju heldurðu án stafi? Sko, ég var ekkit kannski, það langt síðan ég hætti að kenna, ég fann það kannski ekkit eitthvað gríðarlega. En almennt er alltaf mikil streita í öllu kerfinu okkar sko, hvort sem við ætlum að horfa á börnin, skólan, kennarana, starfsmenn. Þú veist, ég fór og prófa að kenna eftir mína kulnun, því ég var svona gáð hvort ég væri komin tilbaka sko. Já. Og þá var ég svona búin að breyta svolítið mínum standardum, mínum lífstíl, mínum hraða og ég bara, mér finnst eitthvað sjúklega skakt inn í kerfunum okkar sko. Bara bæði í leikskólanum og grunnskólanum og öllu. Við erum með alltaf mikið hraða og leifum einhvern veginn alltaf mikið hraða. Börnin okkar er í alltaf miklu hraða af því við erum búin að sveigja normin okkar held í svo villhraðt. Hraða hvernig þá? Bara það eru gríðarlega læti bara oft, þú veist, þegar þú ert búin að vinna inn í kerfinu þá veistu bara í leikskólum og grunnskólum, ég meina lætin eru gríðarlega, streitan er gríðarlega, álag og starfsmönnum er allt og mikið og alltaf er þetta eitthvað svona vesen að fá fjármagn til að passa upp á þetta dýrmætasta í þjóðfélaginu sko. En hvað finnst þér um það? Við séum að setja börnin okkar sem eru allavega aðalega þau yngstu, kannski 6, 7, 8 ára í skólan, kannski upp úr 8 sækja 8 og 9 og þá þurfa þau að púla 6-7 tíma vinnudag tíma sem er sko undanfæri að 1-2 tíma viðveru eftir skóla. Finnst þér ekki vera sturlað? Jú. Þetta er rosalega langu tími, burt sér frá kannski hraðanum sem þú varst að tala um. Þetta er líka alveg brjálæðslega langu tími sem barnið er í þessari sturlun. Sko, ég held að hluti fólk sker sér ekki grein fyrir því hvað er mikið álag á börnin að þinni og hluti fólk selur sér að þetta sé í lagi að því svona virkar samfélag okkar. En ég persónulega hef aldrei tekið þátt í þessu með börnin mín að því ég veit þetta bara allt og mikið fyrir þau. Og til dæmis, ég meina þau okkar viðmið eru þannig að við förum með þau upp úr 9 og sækjum þau 2-3 okkur finnst það alveg nóg. Og börn þurfa ekki, það er alltaf verið að tala um félagsfærni, hún sé svo mikilvæg. Þú veist, þú þarft ekki félagsfærni í 8-9 tíma, myndi þið nenna því? Nei. Að vera í 8-9 tíma bara í stanslausum árekstrum að spjalla og gera eitthvað. Nei. Þú veist, ég meina 2-3 tíma næja og ég tala til dæmis inn á mínu miðli aldrei mikið það að þú veist, við verðum að halda balans. Það er ekki hægt að ætlast til þess að barni líði vel í 8 tíma og svo fær það kannski enga róf beint í tómstund og fær kannski 20 mínútum pappa og mömmu. Þú veist, við verðum að leyfa þeim að slaka líkin á milli. Taugakerfið þeirra, rétt eins og okkar verður að fá að vera bara, þú veist, í ró og leik, frjálsum leik, ekki uppstilltum degi. En nú ert þú að sækja þá upp úr 2, sagði það ekki? En þú ert náttúrulega þá í aðstöðu til þess og kannski fæstir eru það. Já. Veist, þannig að það þýðir að það er eitthvað skakt í rauninni í þessu normi, sko, hvað var það í rauninni vinnutíman okkar líka, sko. Já, og ég náttúrulega bara segi það alltaf strax að ég er í forréttindahópi, þú veist, þetta ég er bara mjög heppin að geta, sko,
ráðið mínu lífi en auðvitað líka fórnin, ég meina maður minn á sjó og þú veist ég ein með börnin og börnin ekki með pappa sínum mann stóran hluta árs en þú veist samfélagið okkar komið svo skakt í ranga átt og en það alveg flottir hlutir að gerast, það að koma hagsmunafélög og annað inn sem að fara að berjast svolítið fyrir þessu að reyna svolítið að rétta þetta af. Hvernig? Með því að stytta vinnudaginn, ég meina hvernig kemur það út bara og horfir á, eða þú skilur hvað ég meina, það búið að reyna styttingu vinnuvikunar og eitthvað svona litla hluti sko, en hvernig getum við tekið svona drastíska beygju þannig að þú ert með normið eins og talar 84 hjá móður og föður skilur, og svo allt innu klippur út helmingin hjá öðrum eða báðum. Hvað getum við gert, skilur? Hvað erum við að byrja? Ég hef svo sem ekkert, þú veist, öflug að koma með eitthvað svör hvernig atvinnulífið á að virka. En við þurfum alltaf að byrja hægt og þetta ekki að fara að gerast eitt fyrir okkur. Þetta mun bara, ég held að sé að koma eitthvað svona bylgja og bylting þannig að þú veist, við erum bara svona að byrja að kroppa. Svo sjáum við bara, sko, hvað gerist. Því ég fekk fyrir ekki, ég bara var allt í mundi þegar ég var að lesa viðtalið við í Sjálfstæðisflokknum, manni hvað hann heitir, heldur hann heiti Hildur, varandi að hafa leikskóla opnum helgar. Og ég bara hold up nú sko. Hvað var helgar og nætur jafnvel, það var eitthvað svona algjör sturlun sko. Það bara leikskóli alla daga vikunar, alltaf svo við getum haldið áfram að vinna. Já, en svo ef við tökum rannsóknir þá leikskólatímanir lengstir á Íslandi á Norðurlöndunum. Við erum að sækja börnin okkar síðast og einhvern veginn á normen að haga þessu mun fjölskyldu vænna þannig að ég veit ekki, það bara margt sem þarf að skoða og þessi sko hagsmunasamtök sem ég að tala heita fyrstu 5 og þau eru svolítið að skoða svona leikskólan, hvernig má bara bæta ástandi inn á leikskólum, mögulega borga fólki að vill vera eitthvað heima, létta álagið, þannig að börnin sé í forgrunni, þetta sé ekki alltaf bara kerfið, þetta alltaf út frá einhverjum forsendum, einhvers atvinnulífs og einhverjum stórum vélar sko. Já, en þú veist þetta bara, mér alltaf þótt þetta grilla, ég meina við erum með þessa litla einstaklingar sem að fara að taka við samfélaginu okkar. Algjörlega. Og ég meina ef að þeir eru heilstiftir meira, 2-3% heilstiftari að því það hugsa betur þau í grunninn, ég meina það verður ódýrara. En auðvitað við að fá líka samt núna með nýjum barnamálar á þeirra og svona, þú veist, það alveg eitthvað að gerast. Heldur að borgaralaun væri einhver laust hana? Ég ekki alveg viss þar. Ég veit ekki alveg hvort ég sé alveg þar. Nei. En þessi hæglætishreyfing, sko, hvernig verður hún til og af hverju verður hún til og hver tilgangur þessa félagskap? Okkur langar einhvern veginn að breiða út boðskap aðeins hægara samfélag og veist, hún var bara til, þetta var bara svolítið svona samfélagsmiðlar hafa svo mikla kosti en náttúrulega líka ókosti veist, við bara einhvern veginn hópum okkur saman konur með Þekktustu þið? Hluti til og hluti til ekki, svo bara haft samband og við bara einhvern veginn byggum þetta til og voru 2 svona, þú veist, sem að tóku þetta að sér og við höldum út hlaðvarpi sem ekkert, við tökum svona þátt, þetta allt gert í hæglæti, ekkert stress, tökum 1 þátt í mánuði og cirka og svo erum við með þessa heimasíðu og svo erum við með netmiðla og já, ég meina, þú veist, við erum allar mjög ólíkar, sko, ég meina, þú veist, ein 5 barna móðir í 3 vinnum, þú veist, samt hún að leggja áherslu á hæglætislíf í kolli þú veist, og að lifa lífinu þú veist, til fulls og þetta tengist hæglæti bara rosa mikið núvitund þú veist, að við viljum bara vera svolítið hér og nú og svoleiðis og eru mjög ólíkar, þú veist, þannig konur sem að ákveða að búa einmitt naumt til þess að geta ferðast út allt og lifa þannig lífi, en þetta eru svona skemmtilegir alls konar vinklar, en allt þetta bara svona svolítið að þú veist, einmitt, þú sést svolítið að pæla í þínu lífi en ekki elta skútuna eða, þú veist, elta. Hafið þið eigið þið allar sammeilegt á einhverjum tímapunkti að hafa einmitt klest á vegg? Nei, ekki alveg. Nei, einhver hlut okkar hefur gert það en auðvitað það náttúrulega oftast þannig í lífinu að þegar þú kannski fer að taka upp eitthvað nýtt og breyta þér þá kannski stundum það út af einhverju, kannski klessir ekki á vegg en þú veist, þú þarfst að breyta eða lendir í áfalli eða eitthvað. Þannig að þú veist, þetta allt svona konur sem í svona ákveðni sjálfskoðun og meðvitund. Okay. Já, mér finnst þetta geggjað, en sko það rosa mikið talað núvitund og mindfulness og alls konar iðkun, svona og hérna jóka iðkunina og gongheilun og ég veit ekki hvað sko, en eru við í alvörun að nýta þetta? Er þetta ekki bara eitthvað svona gjafapapir? Finnst okkur þetta svo raunverulega cool þegar kemur
að því, sko, erum við ekki bara tilbúin einhvern veginn til þess að merkja okkur með þessum miðum, sko, en erum við tilbúin til þess að fara þetta alveg á dýftina? Þetta alveg góð spurning. Hluti okkar eru örugglega tilbúin í það, sko, en ekki allir. Svo er það bara ógeðslega erfitt. Ég meina, við bara lifum hérna á símaöld og bara það svo margt eitthvað sem mæðir á okkur, sko. Já. En, þú veist, auðvitað held ég að sé gott bara þessar pælingar, við erum aðeins að fara tilbaka og átt okkur á því, við þurfum aðeins að fara svona hægja hjá okkur en þú veist, það er alveg spurning hvort að það sé endilega máli að þú veist, keyra niður í bæ og drífa sig í stressi og umferðina til að fara í núvitundarhugleiðslu og drífa sig svo tilbaka keyra út að granda og fara námskeið og beint eftir vinnu og bruna það er að velja hvernig maður tekur þetta inn í lífið sitt og ég hef svolítið talað fyrir þessu sko að reyna að taka núvitundinu svolítið inn, þú veist, með krökkunum okkar og hvernig gerur það? Miðli minn heitir útivera á börnin og byrjaði bara sem svona miðl bara svolítið, já, að ég svolítið mikið að fara út með börnin mín sem bara partur af mínu hæglæti, minni núvitund, þú veist, bara að vera úti, setjast við læk og við erum bara að setja þar og þau að sulla. Nennaðu því eitthvað? Já, þau nennaðu. Þið er náttúrulega með flottasta læk landsins þarna og skógin. Þetta, sko, já, þau nennaði að því og sérstaklega sko 2 yngri börnin mín, við erum einhvern veginn bara búin að ala þau þannig upp og við erum með alls konar, við erum á kajökum og við erum að stökkva á bryggjum og alls konar ótrúlega skemmtilegt og þeim finnst þetta bara geggjað og ég er oft alveg skrýtna mamman, skilur, það er einhver lækur hérna og börnin mín eru bara úti þannig að þeim finnst það geggjað og þá get ég sest einhvern veginn og bara svona svolítið verið og þú veist, ég held að við fullorðna fólki getum alveg nýtt okkur börnin meira til þess að ná okkur tilbaka því við vorum eitthvað tíma svona og þau eru bara snillingar í núvitund sko. Svo meðvita stundum ákveð ég til dæmis í göngutúrum að elta börnin mín fyrir að þau sé elta mig veist, þetta skilur að vera á þeirra hraða og skoða hlutina með þeim veist, það er svona hægt að reka eftir þeim? Já, hægt að reka eftir þeim sko. Ég ger þetta oft í það en þegar maður gleymir því þá var það bara frábært sko. Þannig að þú veist, í daglegu lífi er hægt að minna sig á núvitund svo víða, sko. En við náttúrulega kannski gleymum því stundum. Já. Spennandi maður. Þetta er geggjað. Mér langar að fara þessi í þetta eins og heimakenslu. Já, hvernig það verður til og hvenær það byrjar? Já, sko, af hverju og... Ég með alls konar pælinga með þetta. Sko, þú ert náttúrulega með kennsluréttindi og ég gerir ráð fyrir því að þú verður að vera með kennsluréttindi til þess að yfir höfuð í rauninni mega þetta. Já. Ekki rétt? Jú. Er það svoleiðis í öllum tilfellum? Þetta er bara mjög misjafnt eftir löndum en samkvæmt reglugerðinni á Íslandi. Veistu hvernig þetta er annars staðar, svona í nágrannalöndum? Þetta er rosa misjaft. Ég þekki náttúrulega ekki alveg í kjölinn en ég veit þetta er bannað í Svíþjóð. Í Danmörku er ekki skólaskylda. Þannig að það er ekki jafn mikill lagarammi á Íslandi og ég held að þetta sé svona eitthvað miðlungs í Noregi sko. Er ekki skólaskylda í Danmark? Nei, það hvað meinar þú? Er ekkit vissinn þá bara? Mér skilst ekki sko, þú meir bara í rauninni, það er til dæmis hugtak sem kallast unschooling, hafið þið heyrt um það? Nei. Þá í rauninni bara ertu, bara sem foreldri, að mennta barnið þitt en ekki út frá neinu eftirliti eða kennsluskrá eða neinu. Heldur bara eftir áhuga barnsins. Hvað gerist þá þegar þú kemst á menntaskóla aldur og allt svoleiðis? Ég veit það ekki alveg, en nú ég á vinkonu sem er pælt rosalega mikið í þessu og það er mjög gaman að hlusta á hana og hún er íslensk og gerði ritgerði með þetta og svona. En ég þekkit ekki það vel að ég vil eitthvað tjá mig mikið akkurat þetta. En nú er fjölskylda sem býr í Svíþjóð íslensk og er að koma til Íslands inn á milli að því að hún er með heimakennsluréttindin frá Íslandi að því þau mega ekki kenna í Svíþjóð. Þannig að ég skil. En finnst þér krafan þessi kennsluréttindi hérna á Íslandi, finnst þér hún vera réttlætanleg? Þá sérstaklega kannski á með kannski yngri börnin, það sem að þú veist nánast hver sem getur kent barninu sína að lesa og skrifa og reikna sko. Af hverju þarf ég að vera með kennsluréttindi til þess? Segjum svo, ég vilji bara taka fyrstu 2 eða 3 árin í homeschooling og rauninni framlengja þessari ró og svo hleypa barninu inn í skólakerfi þegar það er orðið svona aðeins sjálfbærara. Finnst þér þetta að vera réttlætanleg krafa? Sko það sem ég fann þegar ég fór að sækja núna það er svo ótt í kerfin okkar. Við þetta? Við bara, já þetta og við það að einhver annar ætla að gera eitthvað annað. Ég hafði aldrei komist í gegnum þetta með kennsluréttindin en ég er ekkit
það er hópur á Íslandi sem langar að reyna þess aðferð en hefur ekki kennsluréttindi þannig það er komin ákveðin krafa það en ég veit ekki hvað verður að því ég finn að já, það er frá kerfinu mikill ótti, þetta verður eitthvað tíma verið leyft skilji en mér finnst svolítið eins og þeir vilja ekki leyfis að fara flug. Men hvað finnst þér? Finnst þér ekki að þurfa að vera þessi sterkir lagarammi utanum þetta konsepti að finnst þér að með að geta verið sveigjanlegra? Sko ég er þar að þurfi sterkan lagaramma en með kennsluréttindin, ég veit það ekki alveg og ég meina, ég er alveg á því að hæft foreldri sem er ekki með kennsluréttindi geti alveg kennt barninu sínu eins og ég. Já, það þarf bara að meta það. Já, það þarf að vera sinni. Ég er á því að það þurfi að vera eftirlit og það þarf náttúrulega að vera lagarammi að því að þú veist, við megum alls ekki við verðum að grípa þau börn sem myndi þá ekki fá góða kennslu eða búa á góðum heimilum þó sé þetta skilgreina en skilji þessar prósentur sem að en ég hef alveg trú á því að foreldri sem er ekki með kennsluréttindi geti bara kennt barninu sínu mjög vel og auðvitað fer enginn út í heimakennslunum að sá sem hefur bara rosa trú á held ég lífinu sjálfu sko að þú veist þetta þarf ekki alltaf að vera svona ótrúlega rammað eins og við erum með þetta sko Heldur þetta eigi við sumbörn betur en einhver önnur? Já, klárlega og algjörlega og þetta hentar sumum en öðrum ekki og á Íslandi teljum við okkur vera með einstaklingsmiðanám og við leyfum heimakennslu og þá finnst mér að eigi ekki að vera neitt vesen að leyfa börnum að vera heimakennslu sérstaklega börnum sem hentar þetta af því að einstaklingsmiðanám er svo mikið hugtak sem er ekki verið að fylgja nógu vel eftir. Nei, ég held bara sökum álags. Sökum álags og allt og margra nemenda á kennarana. Einmitt. Og Hvað myndur þú segja of margir nemendur væri á kennara? Sko 20? Já, mér finnst það allt og mikið. Ég kendi 11 nemendum minn drauma vetur. Og það var dásamlegt. Þá náður utan hópin? Ég náður utan hópin. Ég var meira sem með góðan stuðningsfulltrúa með mér eiginlega alltaf og bara þvílíkur árangur og þvílík ánægja hjá foreldrum. Gæði í kennslunni og ég náði, en veistu það er ekki það að ætlast til þess að einstaklingu sé einstaklingsmiða fyrir 20 krakka. Það er ekki hægt. Það er ekki hægt. Það verður aldrei hægt. Einmitt. Og þannig að við þurfum eitthvað að fara svona að stokka þetta upp að vera ekki að flagga þessum flottu hugtökum einstaklingsmiðum. Sem er ekki að virka. Nei, skólan, aðgreiningar. Þú veist, þetta eru flott hugtök að flagga en það vantar miklu meira starfsfólk, það vantar miklu meira peningum og allt inn til þess að sinna börnunum sem skildi, sko. Já, við skilum það. Þarna, ein spurning segir mig, það er allt svo, ég get alveg ímyndað mér að gæði kennslunar eru alveg príma og sérstaklega með þennan yngri hóp, eða þú veist hvað þú átt að gera, en hvað með svona þennan félagslega þátt bassist, þá er ég auðvitað að tala um skólafélag, ég er að tala um kannski tómstundir, svona hverfistengsl ef það er hverfisskóli sem að börnin þá fara í og svo líka bara tengsl við aðra fullorðna en foreldra sína þá kennara og starfsmenn skóla hvað heldur þetta sé krúsjál? Sko því nú er barnið, er þetta strákur eða stelpa? Strákur. Hann er bara alltaf með mömmu sinni Sko í reglugerðinni þá er kveðið á að sveitafélagið sem gefur þér leyfið það þarf að sjá í hvað tómstundu barnið á að vera og ég þarf að skila inn greinagerð það hvernig ég mun uppfylla hans félagslega þarfir þannig að það er eitthvað sem að þú veist ég þurfti alveg að gera og mér finnst það alveg fínt að ég fylgst með því ég persónulega hef engar áhyggjur að þessu allavega er ég líka svolítið í heimakennslunni þannig að ég tek bara 1 ár í einu ég meina ef ég finna félagslega þörfin er nú mikið eftir 2 ár þá fer hann í skóla þú veist ég er svolítið að miða þetta bara út frá líðan og velferð barnanna minna en þú veist eins og hann, ég meina hann er í tómstund og alveg krefjandi íþrótt þú veist þar sem hann er að hitta vini þú veist hann á vini sem hann er að fá besta vin allan að vikulega og ofta til sín og er að hitta svona krakka en svo eru krakkar svo gríðarlega ólíkir hann elskar að vera heima og hann þarf ekki droslega marga þannig að þetta passar honum þá alveg gríðarlega vel rosalega vel, en svo er dóttur sem er 5 ára sem er miklu meiri félagslega þörf þú veist, þannig maður þarf náttúrulega líka bara sem foreldri eða, já, að vera tilbúin í að mæta þeim og vinna, sjá svolítið þeirra þarfir og bregðast við þeim og svo má ekki vanmeta það að ég meina félagslega tengsl er ekki bara í skólum Nei. Þú veist, við erum í samfélagi, ég meina börnin eiga ættingja, þú veist, þau eiga frændsískinni, þau eiga vini, ég meina eins og með mér, ég meina þetta eru 4 börn, þú veist, það er alltaf allir, einhvern veginn, ég meina, þú veist, og já, þú veist,
Ég fekk nú, það fór alveg pínuinn fyrir hjarta að koma í kommentakerfi vísis daginn einmitt drengurum var örugglega mjög einmana bara með mömmu sinni sko. Já, hræðilegt. Já, en hugsið ykkur samt að við erum í, ég tel mig verið óbáslega góðum og miklum tengslum við drenginn minn sko. Þannig ég geti bara lesið hans þarfir og unnið út frá því og eins og hann, það er mjög erfitt til dæmis að kenna honum þegar pappans er heima af því hann vill bara vera með pappa út í bílskúr að græja og gera. Það er gott líka. Þegar pappi er í landi þá. Já, það er bara geggjað og við megum ekki gleyma því sko að samfélag okkar á ekki bara alveg börnin okkar heldur er við alveg börnin okkar og samfélagi að hjálpa. En þegar pappin er í landi, er það þá ekki bara eitthvað svona smíðalótur þá? Jú, pappin sér í rauninu allt. Já. Ekki það, mér finnst að konur geta ekki smíðað en það geta stillaði það þannig upp. Jú, þú talar að sé alltaf til bílskúr með pappa. Sko, já, ég er alveg, maður minn er bara mjög handlægin og hann er með hann, þú veist, við ákvaðum þetta svolítið þannig, þetta er náttúrulega algjörlega okkar sameiginlega ákvörðun hjóna að fara út í þetta, sko, og hann bara sér innan gæsalappa verkgreina kennsluna og ég sé bóklegu kennsluna. En það bara lokssjóða helgar og svoleiðis. Já, ég meina þetta er einhver hann er 7 ára eða eitthvað. Nei, menn strákunar önnur systir, hún er iðnaðarmaður og hann er bara mættur með henni bara að flýsa og gera. Sko, það sem gerist, sko, að mitt nám er náttúrulega, ég reyna að hafa rosa mikið áhugastýrt og ef barn hefur áhuga og eitthvað með sér til að kenna sér, þá geta þau lært allt, rosa lung og ég meina að þú veist, það er alls konar hluti sem hann er fann að gera og læra sem hann er komin sko, einmitt, mjög langt á undan sínum jafnöldurum sko, af því hann fær akkurat þessa næringu en auðvitað er erfitt að uppfylda, við búum við mjög góðar aðstæður heimi okkur og mjög stóran garð og allt þetta og eigum ýmislegt, það er mjög auðvilt að uppfylla finnst mér flest allt en mér finnst náttúrulega að foreldrar þurfi líka átt að segja þó börnin sé í grunnskóla þá eiga það ekkert að læra matreiðslu bara í skólanum þú veist, börnin er bara elda með manni hjálpa manni og græja og gera ég meina hans matreiðsla er bara, hei við erum að fara að baka kalsnú og hjálpaði mömmu þú veist, það er svo margt í daglegu lífi sem að er nám og skilin ekki að vera skörp á milli, heyrðu, nei, hann lærði hérna þetta í smíði þarf ekki að skilji okkar uppbyldi yfir alltaf miðast út frá því sem er alltaf kannski svona valdortengt hugmyndafræða, þau eru með okkur í öllu og við erum fyrirmyndi þeir í öllu og þar alveg þarf ekki að vera eitthvað gríðarlega stóru eða löngur stundatöfla, það er svo margt sem flettast inn í daglegt líf en aðstæð, skil, þú býr upp í Mosfellsbæ með bílskúr og garð og stutt í náttúruna en hvað ef þú er bara í 2 herbergja íbúðir á Ásvallagötu og 4. hæð, skil skilur þú? Já, ég meina, þú veist, mínar aðstæður eru mjög góðar og ég veit ekki hvernig ég myndi spil úr því en auðvitað samt, þú veist við höfum alltaf bara geggjað Íslandi geggjað við höfum geggjað náttúru, við getum allt ég held það, ég menn og svo bara ef við erum ekki með aðstöðu fyrir þetta ég menn eins og ég mun sennilega ég kann ekkert að prjóna, þannig ég læta bara til ömmu sínar lot okkur samfélagið og nærumhverfið og svo náttúrulega vantar svolítið á Íslandi því við erum svo ótrúlega fá þannig það náttúrulega búa til svona heimaskóla samfélag það sem við getum hist og ég er aldrei góð í íslensku og þessu og tekið börnin og þú veist það vantar náttúrulega hérna því við erum að fá en vonandi Hvað er þið mörg? Veistu það? Sko, það sem ég veit er að við erum 3 fjölskyldur og það er fjölskylda sem er búin að vera, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvort þau eru búin að vera í 4 ári í þessu eitthvað Þannig að það komið smá reynsla á þetta komið með eldri börn þá Já Og eru það að skila þeim svo út í kerfið, skólan eða er það komið að því? Nei, þau eru með þau bæði en þá ég held að strákurinn sé öðru bekk, ég veit ekki alveg hvað stelpan er komin 5. og 7. bekk kannski og ég veit ekki hvað þau ætla að gera sko. Þannig áhugavert að fylgjast með því og það var fjölskylda sem heimakendi hérna á Íslandi og börnin eru í háskóla í dag þeim vegnar rosalega vel og þau voru skilst mér frá 1. bekk upp í 7. fóru svo í úlingadeild og skipti nú allt, bara smúð þetta er geggjað það er magnað, ekki magnað, það er bara og það er mjög gaman að heyra þeirra sög sko. þau voru ekki ábyrjandi en rosa mikið beauty bak við allt hjá þeim sko. Algjörlega. En hvernig lítur dagurinn eitthvað út? Ertu með fasta sundarskrá? Nei Ertu bara eitthvað að vinga þetta alltaf? Vakna klukkan 12 Nei Netflix Þú vaknar ekki klukkan 12 Ég veit það Nei, ég hef ákveðin rytma og hérna náttúrulega 4 börn, þú veist það þarf að koma hérna 1-12 ára sem við keyrum í skóla og hérna þessari 5 ára í leikskóla og úlingur fyrir sjálfur sko og svo svona upp úr 9 erum við oftast 2 eftir og hérna eigum 2 hunda sem þarf að viðra og við erum með hænur og við erum með kanínur og þurfum að taka svona
stýra hringin Ok. hvort sem það er gert fyrir eða eftirnám svo erum við að læra í svona 1-2 tíma eitthvað bóklegt við borðið Svona aðalkennslustund. já, sem er svona, þú veist, bara eitthvað sem ég kenni og ég þurfti í rauninni að skila inn sko mjög nákvæmri kennsluáætlun Okay. þannig ég Svo yfir önnina það eða veturinn. yfir veturinn til að fá leyfið og ég kenni þannig að ég bý bara til fullt af markmiðum úr öllum greinunum og svo kenni ég út frá markmiðunum Já, þannig að þú ert ekkert njörfu niður í að eitthvað þennan dag í þessum mánuði þátt að kenna honum þetta. alls ekki Það er rauninni bara heilda niðurstaðan eftir veturinn. já, og það er þessir krafist sko að við erum ákveðin svona þjónustuskóla sem fáum gögnin og þessi krafist að hann sjái námsmatið okkar þannig ég er í rauninni með þetta inn í mentor bara eins og kennar að gera og svo bara haka ég við þú veist, kann hann sérnöfn og samnöfn bara já, þú veist, er hann búin að læra mælingar, sentimetrar og metrar já, þú veist, þannig ég kenni í rauninni allt bara út frá svona markmiðum og er bara svona stundum að kíkja yfir já, ég þarf eins að kíkja á þetta betur og betur og svo bara púsla ég kennslunni einhvern veginn eftir þessu og þetta er náttúrulega svakalega mikið beauty í því að gera þetta einstaklingsmiðað því að já, ég sé bara svo mikið árangur í að því að þú veist, þú getur bara strax sé að þetta þurfum að þjálfa, förum í það fullt En þarf hann að skila stöðuprófum innan skólans? Sko Hvernig er þessi fyllt eftir að þú setur í raun að veru að kenna barninu? Sko, börnin þurfa náttúrulega að fara í þessi lögbundnu samræmdu próf sem eru hann í 4. og 7. og er það ekki 10. bekk eða eitthvað Þurfa þau að fara í þau? Já, af því það er einhver regla og svo þarf hann að fara í lesfimi mat 2 ári en svo gæti þessi þjónustuskóli alveg kalla okkur inn meira og ég var svolítið erfitt með þetta strax sko því ég er ekki talsmaður samræmdu prófa og ég er ekki talsmaður þess að byrja að mæla lestrarhraða hjá börnum svona snemma við erum að byrja allt og snemma og ég veit að Finnar sem að er að líta margt flott hjá þeim, ég heldur byrja allavega 7-8 ára að mæla sko hraðan og það er þá mælt að bara orð per mínúta já, við erum að leggja en það er bara alltaf ekki í neinu samræmi við lestrarskilning, ég meina þótt að barnið sé að þylja upp eitthvað 250 orð á mínútu, ég meina það hefur ekkert með það að gera hvort það setja eitthvað eftir þannig. Nei, alls ekki og við erum strax að segja, hei, þú lest hraðar út flottari, eða þú veist við erum alltaf snemma að fara með bara fara í þetta. Mér svo hraðlestra námskeið fyrir börn, ég hef mér að sé fyrir þetta. Fyrir börn? Já. Ég hef séð þetta auðlýst sko. Já, áherslan er. Bara hér, bara á skjánum sko. Það var svakalegt, bara að lesa annað orð. Já, og ég meina, þetta er hryllingur fyrir börn, hryllingur er svolítið, kannski stórt til orða tekið, þetta er rosalega erfitt fyrir börn sem eru strax með lestrarörðuleika. Að þau bara setja strax í próf og geta svo bara lesið 3 orð. Þannig að það er rosalega gaman í heimakennslunni að poppa upp allan lestur og breyta þessu öllu. Ekki neitt hefti sem þarf að skrifa. Jú, við þurfum að fara í þessu próf en ég segi, hei, við erum bara að fara í æfingu. Skiptir engu máli hvernig það gengur. Þú kallar þetta bara eitthvað annað. Já, ég kallar þetta eitthvað annað og ég er ekki að láta hann lesa einhvern x langan tíma og þú veist, ég meina við viljum að börn lesi sér til gagns og gaman. Lestur á að vera jákvæður. Já. En allt og oft er hann orðin stríð á heimilum. Já. Af því að það er bara eitthvað við að lesa svona mikið og svona hratt og svona hægt og veist, klukkan 5 þegar þú ert nýkomin heim eftir 8 klukkutíma á dag og mamma og pappi sveitti, þeim finnst rosa erfitt að fara að skipa barninu fyrir og að ég er að reyna allan að námið mitt, ég er að reyna eins mikið geta að hafa þetta út frá innri hvöt ekki utan að koma til stöðlum barnið er að læra fyrir sjálfan sig og ekki stjörnur og limmeðar í neinu sko. Nei, ok Nei, það er ekki þannig, það er ekki svona umbuna tengt Hvernig nálgastu það? Akkur þurfa við allar þess að stimpla og koma henn á stolt heim með stimpla út um allt Akkur teljum við þurfa þess að stimpla Já, við erum held í núna átt okkur á því þetta er ekki endilega málið Ef þú ert að fá stimpil þá ert að fá stimpil fyrir leikskólakennaran eða kennaran, ekki þig og ég er allan að prófa að poppa þetta svolítið upp og taka í rauninni allt svona út Þú veist, ég fylgdi svo alveg stimplánum og límjónum allt með 2 eldri börnum mína því ég held þetta væri svo mikið málið sko En það var til dæmis bara geggja kraftaverk sem gerist í okkur daginn. Það er, þú veist, að barnið mitt hafði orðið mjög neikvætt og ekki vilja hafa lestrabækur inni. Það gerist bara strax í 1. bekk. Hann sérst fór venjulega grunnskólagöngu þá. Og með þetta limmiða og kvitta og allt, þetta var bara sjúklega neikvæð styrking. Þannig einhvern veginn ég tók þetta bara allt út og fór bara lásum bara eitthvað allt annað, alla limmiða og alla styrkingu út og mikil vinna að baki kannski en einmitt ekki bækur.
og sigurinn þegar við gátum lagt eftir einhverja 5-6 mánuði bókin aftur í framannan og hann gætt lesið hana sjálfur var svo mikill sigur inn í honum því að einhvern veginn náði við að einangrita þannig að þetta var hans sigur við vorum ekki að gera þetta fyrir en ég meina það er ótrúlega mikið norm við höfum alltaf gert þetta svona hei, klárum þetta, þá gerum við þetta en þetta er ekki til langtíma gott held ég Þannig að þú ert ekki hlynt einhvernum prófum Sko við verðum náttúrulega að mæla og meta á einhvern nátt Þú eru ekki bara að fara að kalla þetta eitthvað annað Við þurfum að kalla þetta eitthvað annað Hætta þessu Margir skólar gera það, ég meina eins og gamli grunnskólinn sem að ég kendi og börnin mín hann eldri hafa verið í, þú veist, hann er svona nýstarlegur menn þetta er bara verið kannanir og við erum bara að prófa og meta, við erum ekkert eitthvað Hvernig það best? Maður var alltaf bara í einhverju krónísku taugaáfalli þegar maður var að sækja þessi einhvernablöð og sína heim Já, þetta heima sko að fara með þetta til foreldrar alveg skjálfandi á beinunum sko En hvernig ætlar að mæla þetta? Hvernig hefur að gera þetta? Bara að þau var svo þetta skólastig og svo menntaskóli, háskóli og allt það hvernig, að þegar við vitum að þú mælir ekki getu og allt þetta bara í einhvern Þú getur verið með meira, þú getur verið með umsagnir það sem er rauninni heildamyndin er kannski svona umsagnir, svolítið tekin og einstaklingu kannski svona svolítið metin út frá öðrum gildum eins og bara félagshæfni og bara tilfinningagreind og hvað veit ég sko Já, þetta er að færast í réttari átt í skólakerfunum og við er þetta orðið bara, þú veist, þá er bara einmitt svona eins og ég ger þetta er bara 3 staðlar, þú veist, er barnið með grænt, þá er bara komið, þú veist, gult, það er á leiðinni, rautt þá bara eftir að ná ákveðnu markmiði, þú veist, þetta er ekki jafn endalegt og í minni heimakennslu, ég vil alls ekki að barnið mitt sjá einar einhvernir sko fyrir en setna, en það er alveg fínt að segja, ég get alveg sagt við hann, heyrðu, við þurfum aðeins að æfa okkur hérna betur í tölfræðinni, þú veist, þannig að, já, það er svo vont, þú veist, krakkar eru alls konar og það er alltaf margir sem fara út í skólakerfi og bara sjálfsmyndin er orðin brotin af því að þú ert svo ekki að ná lestrinum en geggjaður í ykkur öðru og það sést ekki Þetta er að framkalla sko samanburðin sko, var í stanslausum samanburði við einhverja sögu sko og hugsa ykkur alla talentana sko sem eru komin með kvíða og líður illa strax sko að því við erum ekki að sjá þeirra þú veist, hæfileika að því þeir, ég meina, þetta bókla er svo rosalega mikið á Það er ekkert hægt í svona stóru skrimsli sem kerfið er 20 bönn að kennar og eitthvað Nei, það er rosalega erfitt það er mjög erfitt sko. Þá týnist fólk hérna á milli sko. En hvernig er það hérna færðu greitt fyrir kennsluna? Nei, það lagarammin okkar er svolítið bara búið að gera hann hálfan Er það ekki hálf kjánlegt? Þá skulum ekki fá money? Það er bara örugglega mjög kjánlegt það er mjög kjánlegt og stoppar örugglega rosa marga í að geta farið út í þetta sko. Veist, þetta er svolítið svona, hei, leifum þetta en samt leifum þetta ekkert svo mikið þú veist og þannig að þetta er kannski svona aðeins svona, veist, fyrir the chosen ones bara eitthvað svona fyrir hérna útvöldu Já, þetta er þannig Því þetta er greinilega mikil gæði, altså lífsgæði að geta Þetta er geggjað, en ég meina, þú veist maður getur þetta, við getum þetta því að, þú veist, annar aðilinn getur séð, þú veist, þannig að þetta er rosa, þetta er eins og að leyfa eitthvað en samt bannað, þú veist, þetta hlýtur að verða eitthvað neina öðru í sig, að lokum vona ég, sko. Alright, en hver er pælingin, altså, er eitthvað svona langtíma pæling, eins og með guttan? Nei, það er pínu. Næsti vetur, ætlar að klára henni vetur og ætlar að fara inn í næsta vetur líka? Já, þegar ég tek þetta pínu bara 1 mánuð einu, 1 dag í einu, sko, og bara með líðan okkar og ég hef alveg sjálf verið að glíma okkur heilsuvanda og svona, ég þarf að taka líka púlsinn á mér, þú veist, fyrir þetta vel með mig og allt þetta. En maður þarf svo sem að sækjum heimakennslu fyrir febrúar árið á undan, þannig að maður það kannski að gera upp hug sinn. Og nú á ég náttúrulega 5 ára sem fyrir skóla næsta ári, ég held sér alltaf að færast nær og nær því að hafa hana með, sko mér finnst þetta, þú veist Já, þá í þessari heimakennslu? Já Gekkja Mér finnst, þetta er alveg ógeðslega mikið beauty í þessu, sko en ég er náttúrulega ekkert hókin á reynslu ég byrjaði náttúrulega bara í ágúst og nú er en þetta er svolítið svona kannski learn by doing líka, sko Þetta er það, og ég hef alveg sagt það áður að ég hef ekki getað þetta fyrir 10 ára síðan Nei, einmitt Þú veist, maður þarf að vera bara ég meina þetta nám frekar en annað er bara alls konar og ég meina hann er stundum bara alls ekkert að læra og þá þarf ég að finna upp eitthvað annað og ég er þreytt og pyrru mamma sem það er bara rosa mikið breyk en ég er að fara að kenna honum samt og þú veist Já, þú getur ekkert sleppt í þú veist, en ég samt fer ég ákveðinu hægleiti inn í þetta ég meina ef hann á bara ógeðslegur við en dag og ég er með hausverk bara slökum, tökum þetta bara morgun Það er jógatíma
Já, eða, þú veist, maður þarf að vera svolítið svona bara, já, ég get ekki sett miklar kröfur og allt sé eitthvað eftir einhverjum ramma, sko. Því að sko, eins og ég sé þetta þá ertu kannski með kannski 2 klukkutíma á dag sem er í rauninni bara mjög fókusur kennsla og mjög einstaklingsmiðuð og restin er bara eitthvað svona bara bústörf. Já. Ég meina basically. Já, ég held að getur alveg bara sagt það, sko. Þetta er geggjað. Og ég meina, þú veist, nú er ég hérna uppáhalds greinin mín í skóla er lífsleikni. Já. En maður er náttúrulega bara í lífinu alltaf í lífsleikni. Þú veist, það er svo dásanlegt, sko. Mér finnst það svo dásanlegt að fá að vera svona mikið með barninu mínu og honum líður rosalega vel. Bara, þú veist, hann er laus við, ég meina, auðvitað er líka bara erfitt að vera einstaklingur út í samfélagi, þú veist, það er alls konar árekstrar og svona sem að, já, þú veist, börnin okkar er að glíma við alls konar og hérna, já, lífið er bara voða ljúft hjá honum, sko. En svo er ég líka að passa mig, ég meina, maður alls ekki að barni inn í ykkur bublu og þú veist, í dag vorum við að læra í stærðfræðibókinu sem hann finnst ógeðslega leiðileg en bara, hei, nei, þú verður bara elskan að læra líka að gera það sem er leiðilegt. Já, þú veist, þannig að, ég meina, mín hugsjón er náttúrulega að koma hann sem best út í lífið. Já. Þú veist, ég má ekkit bara lefa hann að sleppa og hafa huggulegt, sko. Heldur, þú veist, hvernig sko þessi litli skóli sem ég er ekki ennþá búin að nefna, þú veist, aðal markmið hans er bara barn sem líður vel og einstaklingur sem er bara verður bara nokkuð sáttur við lífið og hérna, þú veist, ef þú já, það er bara nummer 1, 2, 3 Algjörlega. ef þið líður vel, þá getur þú lært Já. ef þið líður illa og ert í kvíða þá áttu bara mjög erfitt með að læra og við erum alltaf ofta að tróða onni kannski bullandi kvíðumböð sem er að glíma við svo margt og skiljum ekki akkur þið get ekki lært þetta í starffræði og svo eru bara ótrúlega pyrrað á því þú veist, það verður einhvern veginn, börnunum verður að líða vel hafa áhuga, þá verður nám fáránlega létt. En er ekki svolítið markmið, mér veist ég verið að lesa svolítið út úr þessu að markmiðið að sérstaklega kannski svona fyrstu 2, 3, 4 árin að ná að integrera þetta hæglæti í börnin okkar og í rauninni með það að vopni geta þau svo farið inn í lífið, hvort þessi farið inn í skóla, almennt skólakerfi þá og annað með í rauninni veist, þessa tengingu að vopni. Sér þetta ekki þannig fyrir þér? Jú, ég hef kannski ekki séð þetta fyrir mér svona fyrir að þú nefnir það en auðvitað er það þetta og líka sko ef að námur einstaklingsmiða frá upphafi þá heldur við sjálfsmyndinni sterkri. Nákvæmlega. Það er ekki verið að brjóta hana strax sem er grunnur að félagslega Já, og ég meina að þú færir ég er bara full að trúa að þú færir í 5. bekk inn í skóla með sterkar sjálfsmynd þú sést ekki búin að vera í skólakerfi þú veist, þá rúllar þið upp að þér líður vel, þú kannt að setja mörk þú veist, þú kannt að bera virðingu fyrir þér og öðrum þetta sem að, þú veist, er bara oft erfitt að kenna börnunum, sko og hérna, já, ég bara er einhvern veginn að gera þetta bara, ég held ég væri ekki að gera þetta nema því ég er bara í nokkuð miklu trausti og trú, bara þetta kemur í ljós og hérna, þú veist já, þetta er bara, ég er að gera þetta algjörlega frá hjartanu, sko, mér finnst eitthvað rosa rétt við þetta og ég var bara einhvern veginn, já ég bara er alltaf eitthvað mér finnst þetta hljóma mjög rétt sko já, fyrir þig fyrir mig og kannski, og svo segi ég þetta er alls ekki rétt fyrir alla nei, en ég myndi vilja búa í samfélagi þar sem þetta væri í boði fyrir alla, hvað sem fólk myndi taka að því eða ekki sko og það myndi þá líka létta bara álæðið á skólakerfinu ég er algjörlega sammála því og líka bara eins og með leikskólana okkar og svona, ég meina þú veist, gefum þeim sem vilja vera lengur með börnunum sínum greiðslur fyrir já, þeir eru að sligast sko. Já, ég meina lausnir alheims vandans og Íslands er ekkert fleiri leikskólapláss alltaf þú veist, fleiri leikskólapláss og meiri frístund þú veist, við verðum að fara aðeins að við erum alls konar, við erum með alls konar þarfir það er ekkert sami rammi sem passar fyrir okkur öll nei, einmitt og ég meina svo lendi ég kannski bara í því að 5 ára dóttir mín bara er að dreipast og leiðindum heima með mér þú veist, þá fer hún bara í skóla þú veist, þetta er bara, við erum að einstakling sko með þetta allt, en þá verður líka að vera valmöguleikin uppi að þeir sem myndum vilja velja þetta fengi að gera þetta og hérna já, ég er allan að fyrsta konan í Mosó til að segja þetta og þú veist, örgulega álitin skrýtna konan En finnst þú ekkert vera þreytt? Finnst þú ekki vera alltaf í vinnunni? Nei Gefur þetta mun meira en þetta tekur þannig að séð nærða stimplaði út auðvitað í drullu þreytt stundum og hérna nú er maður minn búin að vera á sjó í þú veist 3 vikur og ég get alveg sagt það alveg straight er hann að fristitóra? Já, neðan er uppsjáskipi og ég get alveg sagt að ég er fann að telja niður í hann ég get verða ótrúlega þreytt það kemur ekki heim bara í mánuði senn jú, en hann fer í 3 vikur og kemur heim í cirka 3 og þá er fínt að losna við hann
Já, Nei, ég er að stríða eiginlega ekki sko. Nei. en stundum já, auðvitað, þetta er bara eins og með allt annað þú veist, en ég er náttúrulega búin að fara í gegnum kulnun og ég kom með alls konar tæki og tól og það bara passa ógeðslega vel upp á mig og það bara passa rosa vel einhvern veginn upp á þetta og þetta hefur gengið vel núna frá ágúst en hei, þú veist, maður er mannlegur sko, það er alls konar gallar í þessu eins og öllu öðru sko. En þú sér fram á að endurnýja leyfið í febrúar? Ég held að við séum að færast nærði sko og ég náttúrulega tala alltaf um mig en auðvitað er þetta náttúrulega við hjónin bæði sko bak við þetta Já. og já Spennandi, þetta er ótrúlega spennandi sko. Finnst þér ekki? Ég mista geggjað. Þú ert alltaf að tala um eitthvað svona fjárhagslegt frelsi og svona. Já, þetta er partur af því. Liggur Partur alveg af- bara við fyrir þig. Jú. Ja, skilu, kenna og ekki kenna en það er allavega sveigjanleikin upp á að þurfi ekki að skutla börnunum mínum 8, hálf 9 og sækja 5 sem ég geri flesta daga því ég er að vinna og allt þetta sko. Sé þið alveg Frelsi. fyrir mér að taka strákana þína í svona leikfimi, svona að kenna þeim deadlift og... Já, til dæmis, skilur, maður hefur líka styrkleika eins og ég var til dæmis helgina strákunum langt svo smíða sumabústa fyrir hamstur sinn og ég kann ekkert nema löffræði bara og eitthvað svona dót og ég bara, sorry, ég kann ekki að smíða, skilur hann rétti mér einhverja parkettbúta, sérðu og hamar og eitthvað en þarna svona fekk ég svona, skilur, þarna hefði ég átt að þurftan föðurleg ráð og svo lýsi ég gat ekki veitt sko. Nei, en svo Ég get kemur veitt að- annars staðar. Svo kemur að það er kannski lögfræði ráðgjöf. Ég vona, jú, kannski Nú vona ekki. Já. Heyrðu, við erum eiginlega komin í gegnum þetta. Ertu með eitthvað svona, viltu koma með eitthvað lokaorð eða Nei, ekki þannig sko. bara chilla meira? Já, fólk má fylgja miðlunum mínum með það við. Heldur Já. betur Og það er hérna highlighti. Sko, við erum bæði með hérna, já, bara highlighti á Instagram og hérna highlighti.is og svo mín einkasíða sem heitir Útivera og börnin á hérna Instagram. Ok, geggjað. Þannig að Það er fólk vil margt- fylgjast með Já, mínu heldur lífi. betur, við höfum margt eftir ólært í þessu sko. Þetta er alveg svona eye-opening dæmi sko. Og þetta er svo margskonar, þetta er ekkert bara eitt skilur. Já, og það er náttúrulega, þú veist, viljum við ekki hafa samfélag, margskonar samfélag fyrir Jú. margskonar fólk, Ekki ekki spurning. eina leið heldur fullt að leið. Nei, líka bara svo cool að vera búin að ramma þetta inn, allt svo, þú veist, highlighti. Búið að gefa þarna eitthvað struktúr og ramma sko, og kannski einhverja leiðbynninga með einhverja svona hversdagslega hluti sem þurfu ekkert að vera svona því þið geta mögulega bara verið hinsegin sko. Samt horfi ég á sjónvarpi stundum og samt fer ég þanga stundum og geri hitt og þetta sko. Já, og ég minna að maður er ekkert eitthvað alltaf ógeðslega hægur og ógeðslega góðum gýr sko, þó maður sé Nei. með þessa hugssjón. Nei, Þú einmitt. veist, ég er með bullandi athyglisbrest og Já. fer á fullt stundum og, Já, en það er búið að gefa mann einhverja Já. spotta til en ég get tekið mig tilbaka. Einmitt. Þú veist, og komið hérna, já, ég er að reyna að lifa eftir þessu. Algjörlega. Geggjað. Yndislegt. Herðum, þá ætlum við samhliða því að leysa því út með gjöfum að lesa hérna smá klausu. Ég ætla bara að lesa þetta. Ég hendi í svona smá texta. Já, það er Ég þér líkt. verið spyrja henni alltaf á Flott Þorgríms og ég er alltaf að hendi text eitthvað svona mjög seint á kvöldin þegar ég er orðin eitthvað hálf rugglaður sko, þannig að Sjáum hvort er eitthvað vitleisa. sko, svona fyrir jólin myndi Já. ég að halda að samhliða jólareingetningu væri tilvalið að rölda niður í Ármúlan, finna Daniel í Þór Þorgríms, velja sér kork á vegginn bak við jólatréð. Það hljómar mjög vel. Finnst þér ekki? Já. Sko, við hinn í Þvottahúsinu, við erum að fá hérna upp á veggina, korkurinn er komin, ég þarf að ná í hann, svo kallan Hawaiian Black Oyster. Ég er búinn að skoða hann, hann er Veggkork. geggjaður. Hann er nuts. Hann er einfaldlega límdur á vegginn með kontaktlími, bara pensla á vegginn og baklið korksins, og svo leifur þess að þotna og svo er þetta bara smelt saman. Þetta gefur góða hljóðeinangrun, akústík þá. Þetta mildar stemninguna og gerir hana svona organíska og svínlukkar í mildri vetrarbirtunni. Korkur á vegginn er ekki bara fuck sexy, heldur líka umhverfisvænn og klassísk lausn. Kolefnisjafnar heimilið. Já, þú gerir það, algjörlega. Og það sem kom upp í huga minn því ég var að hugsa um veggkorkin, þá hugsaði ég sá fyrir mig James Bond að halda jólin í einhverju svona skandinaviskum skóarhutta, eitthvað rétt fyrir utan Oslo. Það eru svona stór flixu snjókorn fyrir utan og bondarinn, hann er bera ofan á gólfinu á persneskri mottu með arinbirtuna í bakgrunn sem lýsur upp óreglulegt yfirborð korksins. Korkur er sexy og umhverfisvænn. Heyr, heyr. Heyr, það er með þetta búið. Tjúvill, hefur voru hann rugglaður germaður. Nei. Heyrðu, svona gott CBD, Já. það er geggjað. Jólin er að koma. Já. Sko, ég er búin að gera í alvörinni lista yfir jólagjafir
stöf sem ég þarf að kaupa og það er CBD á línuna. Oljan. Já, sko, sumir aðalega yngra liðið fær CBD-oljur til að slaka vel á yfir jólin. Eldra liðið fær svona handaburð og bodykrem og olju, allt svona húðoljur og þess áttar. Og í leiðinni ætla ég, því ég ætla að slaka ekstra vel á jólin, að kaupa mér CBD stíla sem eru einstaklega hendur hvað var þar upptöku. Þú einfallega stingur í rassinn og býður spendur. Selur hann mikið af þessum stílum? Já, ég veit það ekki. Á hverju ætti ég að nota stíla í staði fyrir olju? Það er miklu betri upptaka. Þetta fyrir gegnum þarmakerfi sem þýðir að þú ert að stytta þér leið. Talandi traumatæst og kvíðin börn, það eru stílanir maður. Þeir sko gleyma því aldrei. Stílanir? Henni veit að hann var svo mikið eyrnabarn og átökin þegar að fólkdrarinn þurfti að tróða inn í hann bara til að ná hita líka niður og hann fekk eyrnabólgur og þú er að mitt að kenna honum að opna og svo slaka. Já, ég geta sýnt fordæmi með því að nota CBD stíla. En sko, það er nýr afsláttarkóði sem virkar fram á jólum og það er grænjól, semst bæði í netverslun, gott CBD eða upp í Urriðaholtsstræti fyrir ofan Costco sem er opinn milli 12 og 5 og þessi kóði gefur heil 20% í afslátt. Já. CBD er búið að breyta lífið mínu á hátt sem ég bjóst ekki við og ég er samt sem áður bara average Joe. Sumir eru að glíma með alvöru vesen og vitið hvað, í flestum tilfellum hefur fólk samband við mig eftir að það byrjar að finna fyrir áhrifum olíunar og lýsingarnar eru oft lygilegar. Já. Það er í alvörunni þannig, fólk er að ringi mig út með alls konar kvilla og drasl og batinn sem ég er að heyra sko, á ólíklegustu kvillum. Algjörlega, ég bara tek undir það heilsugar sko. Ég kaupi líka alla jólagjafurina. Herru, við erum með hérna frá gott CBD, svo kallan hempbólm, þetta er full spektrum CBD alhliða krem, megi CBD átturinn vera með þér og svo erum við með afar klassískar glasamáttur frá Fátni Þorgríms, sem sagt korkur, þetta er kolefnis neikvætt og það var geggjað að fá þetta og mjög áhugavert, mjög svona eye-opening. Já, takk fyrir að bjóða mér. Og keyrðu varlega í umferðinni upp í Mosó? Mjög rólega, bakkaði þeim. Mjög rólega. Nei, ég bara keyra hægt. Ég er svona svo sloth. Ég finna, nei, þetta er ótrúlegt. Ég er bara í skíunum. Takk fyrir okkur. Takk, bæ. Takk. Frá náttúrunni til þín. Gott CBD er einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum kork. Korkur, umhverfisvænn, hipp og cool. Þorgríms er stoltur styrktaraðili þvottahússins.